Sæl, nú ætlum við að kíkja aðeins á tvígtólið. Það er hérna gráa aldan hérna sem þið sjáið. Tvígtólið hefur dálítið marga hérna möguleika, meðal annars stærðin á burstanum sem við notum og hversu hratt það virkar. Við ætlum að skoða hérna þessar stillingar hér sem eru hérna í boði. Og tvígtólið notum við til þess að gera svona litlar breytingar á teikningum og formum og línum. Og ég byrja bara á því að velja hérna þetta og þennan hérna möguleika sem heitir hreinlega bara Move. Sjáðu, ef ég smelli niður þá bara get ég dreift úr því sem ég var að teikna. Það sem við þurfum að passa með tvígtólinu, við þurfum alltaf að vera búin að velja það sem við ætlum að breyta með tvígtólinu. Þannig að við ætlum að pröfa hérna þennan hérna möguleika sem að færa teikningarnar að þeim hluta sem ég smella á. Sjáðu, ef ég held niðri þá færist þetta saman í þá átt sem að er dregið. Næsti möguleiki dreifir þessu svona random eða mjög svona tilviljanakennt. Ég ætla aðeins að auka stærðina á burstanum svo þetta virki aðeins hraðar. Sjáðu, það dreifir þessu svolítið svona random. Næsti möguleiki minnkar. Sjáðu, þá er kassin í miðjunni orðinn alveg minnstur og hinni minnkar svolítið með líka. Sjá, þessi möguleiki snýr eða rotates, sjáðu, í þá átt sem við drögum þetta. Getum við snúið þessu. Síðasti möguleikin sem ég nota yfirleitt minnst, það er þessi hér, en hann margfaldar það sem að við ýtum á. Og ég get bara sýnt ykkur með þess að draga það í sundur, sjáðu. Það er núna búin að búa til þennan hérna kassa alveg mörgu sinnum. Og sumum finnst það þægilegt að vera búin að, ef það er alltaf margfald eitthvað, taka upp sömu teikningu aftur. Sjáðu, þá get ég bara fært hana í heilu lagi af því ég er búin að fjölfalda hana. Þá tek ég þetta ekki í burtuna með hluta því að fjölfaldast ekki þessi hérna einu kassi. Þannig að þetta er hluti af möguleikunum sem er í boði með tvígtólinu. Hinn möguleikin hefur meiri áhrif á línuna og ég ætla að sýna ykkur það hérna. Sjáðu, þessi möguleiki, með honum getum við teygt svolítið hérna. Og toga letrið sundur. Næsti möguleiki sem við ætlum að skoða, er þessi hérna og hann minnkar. Sjáðu. Ef ég held inn í Shift þá stækkar hann. Ef ég ýti bara venjulega niður þá minnkar þetta og ef ég held inn í Shift þá stækkar hann. Þessi möguleiki færir línurnar eða vektorlínurnar saman eða teygir þær í sundur ef ég held Shift inni. Færa saman ef ég ýti bara venjulega með tólinu og held engu inni, en ef ég held Shift inni, sjáu, þá get ég látið þetta bólna svona út. Næsti möguleiki er þessi hérna og hann gerir
línuna ójafna með því að bæta við punktum. Við ætlum bara að fara aðeins nær til að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Sjáið þið. Þá ég fær bara hérna það sem ég ekkert búin að gera. Nýta þennan möguleika. Sjáið, þá bæti ég við hérna og gera þetta svona ójafnt. Þetta eru möguleikarnir sem ég ætlaði að sýna ykkur með tvígtólinu. Og nú getið þið gert ykkar eigin tilraunir.